Já, komið sæl að við erum hérna á kynningafundi í sambandi við verksmiðjuna, nýsköpunarverkefni og ég ætla að biðja hérna Evu frá RÚV að kynna sig og kynna verkefni. Ég heiti Frosti Gíslason og er í Fab Lab Vestmannaeyjum. Já, heyriði mér? Já, flott. Ég komið sæl, ég heiti Eva Rún og er verkefnastjóri verksmiðjunar. Þetta er alveg geggja verkefni sem er að fara af stað og svo mikill meðbyr og svo frábært að sjá hvað eru margir með okkur í þessu. En þetta er sem sagt, nú ætlum ég bara að fara svona í stuttu máli yfir hvernig verkefni lítur út og svona tímalínuna. Og við sem sagt ætlum að, þetta er sem sagt nýsköpunarkeppni fyrir 8. til 10. bekk, krakka í 8. til 10. bekk. Og við störtum verksmiðjunni 10. janúar. Þá ætlum við að opna hérna vefsíðu verksmiðjunar og þar sem hægt er að senda inn hugmyndir. RÚV, þetta er náttúrulega nokkrir samstarfsaðilar sem koma að þessu verkefni. Það er náttúrulega Fab Lab og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, nýsköpunarkeppni grunnskólana. Við hérna RÚV og samtök iðnaðarins, ég vonast ég að telja alla upp hérna, en við að RÚV erum sem sagt okkar hlutverk er svona fyrst og fremst kannski að halda utanum svona alla það sem koma að verkefninu segi ég, og einnig að útbúa svona sem sagt útlit þáttana. Og í tengslum við keppnina erum við náttúrulega búið til sjónvarpsþætti, 5 þætti sem verða sýndir í vor, þar sem við erum annars vegar að fylgja eftir því sem keppendurnir eru að fást við og hvernig þeir eru að þróa sínar hugmyndir og hins vegar erum við líka bara að fjalla almennt nýsköpun og hvað það eiginlega er og hvað liggur að baki alls það sem við erum með hérna í kringum okkur. Þannig að hugmyndin er að sýna þessa þætti með vorinu. Þannig að eins og ég sagði þá byrjar verkefnið 10. janúar, þá er cirka bát mánuður sem að krakkar hafa til þess að senda inn hugmyndir. Þann 5. febrúar þá er það dómnefnd sem að velur 30 hugmyndir sem bestu hugmyndirnar sem gaman væri að vinna með áfram og þau fá þá að koma inn í Fab Lab smiðjurnar og hérna taka sérstaklega fram að við munum svona virkilega leggja áherslu á það að fá hugmyndir frá öllu landinu, ekki bara höfuðborgarsvæðinu og þá er hugmyndin að þau fái að koma einhvern afmarkaðan tíma inn í Fab Lab smiðjurnar þar sem þau geta fengið að vinna að því að útfæra hugmyndina sínar, færa hugmyndina af blaðinu yfir í einhvern vísi eða að finna alltaf eftir hugmyndunum en í eitthvað form. Síðan er það 1. mars þar sem að 10 hugmyndir af þessum 30 eru valdar og þessum 10 hugmyndum verður gerð alveg svona sérstaklega góð skil. Þannig að við munum búa til sérstaklega svona kynningar myndbönd sem að fara inn á vefinn okkar þar sem að þáttakendur og hugmyndin sjálf er kynnt og eftir þarna 1. mars þá fá þessar 10 hugmyndir að vinna áfram bæði í samstarfi við Fab Lab smiðjur en líka í samstarfi við fyrirtæki í atvinnulífinu. Og hvaða fyrirtæki það verður bara komið í ljós þegar við sjáum hvers konar hugmyndir þetta eru. Og þá er hugmyndin að fyrirtækin svona taki að sér hugmyndina og þáttakandan og virkilega svona keppist að koma þessari hugmynd lengra eða prótótípunu og séu með eitthvað að sýna í lok þessa ferlis. Síðan er það í maí, 24. maí, þá verður loka viðburður verksmiðjunar og það er, við vonumst þess að fá að komast inn í Listasafn Reykjavíkur, ég fæ að veita það núna eftir helgi, að þá er hugmyndin að við setjum upp svona loka viðburð þar sem að hugmyndinar, allar þessar prótótípur sem verða til í ferlinu, þessar 10 að minnstakosti, þessar 10 verður þar til sýnis og þarna er loka viðburður og þar sem að hann Daði Freyr tónlistarmaður, hann verður svona annað af 2 andlitum þáttana. Daði Freyr og hún heitir Berglund Alda sem er með honum. Vildum hafa bæði kynin. Daði verður í öllu þessu ferli að útbúa hljóðfæri
í sérstöku samstarfi við hann Villa á Höfn og þetta, hugmyndin að þetta verður innslag í þáttunum, hvernig hann að hugsa og hvernig hann býr til þetta hljóðfæri og síðan að loka viðburðinum þá mun hann spila á þetta nýja stórglæsilega hljóðfæri. Þannig að verðlaunin fyrir að sigra þessa keppni, það er náttúrulega bara gaman að koma hugmyndinni sinni svona langt og við munum alveg reyna að skoða þann möguleika að varan sem að verður til, hún verður á einhvern hátt bara að það verður haldið áfram að vinna með hana inn í þessu fyrirtækjum sem að taka þátt í þessu með okkur. Þannig að þarna möguleiki á að koma hugmyndinni þinni alla leið út í veruleikann. Og auk þess væntanlega verða einhver fleiri verðlaun í boði. Þetta allt saman bara í mótun og við erum bara að gera þetta allt saman, við erum að læra mikið á meðan við erum að framkvæma. En þannig að þetta er verksmiðjan í svona tímalínan og í svona grófum dráttum. Held ég sé ekki að gleyma neinu, en síðan alltaf bara opnum við fyrir spurningar á eftir. Hvað segir þú, Frosti? Já, þetta er bara ljómandi fínt og við tökum svona aðeins umræður núna og aðeins nánar út í bæði þessa tímalínuna og svo ferlið. Næst á dagskráni núna verður Eyjólfur frá nýsköpunarkeppni grunnskólana sem mun kynna fyrir okkur námsefni sem í boði og væntanlegar vinnustofur. Og svo förum við yfir aðkomu fagblaðsmiðjana og svo opnum við betur inn á umræður. Eyjólfur. Já, góðan daginn. Já, Eyjólfur heiti ég. Er verkefnastjóri nýsköpunarkeppni grunnskólana. Einnig verkefnastjóri á Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem að styðja okkur vel við þetta. Ég ætla nú ekkert að vera í það mjög miklum tíma, núna ég ætla svona rétt að segja hvað fyrir okkar aðkom hér á Nýsköpunarmiðstöð og nýsköpunarkeppninni, að það að veita ykkur kennurum stuðning, aðstoð, námsefni og fleira. Ég ætla bara að hoppa aðeins inn á það sem við vitum að það sem vantað í íslensku samfélagi í nýsköpunarfrumkvöðlamenn námsefni og annar stuðningur. Og við erum búin að vera að vinna því ötulega síðustu mánuði. Ég ætla að fá að deila á skjánum. Sjáðu þið skjáin hjá mér? Já, við sjáum. Flott mál. Ég ætla að vera rétt að hoppa yfir. Nýsköpunarkeppni grunnskólana samstarfsaðili að þessu verkefni. Ætlunin var alltaf að fara upp í 8. til 10. bekk einnig. Við erum núna 5. til 7. Þannig þegar við komumst á kynni við þessa frábæru hugmynd, verksmiðjuna, þá smellur þetta allt saman. Ég ætla að fara hans yfir og það sem þið kennari getur gert að kíkja til þess að byrja með inn á nkg.is, það heimasíða nýsköpunarkeppni grunnskólana. Heimasíða verksmiðjunar eftir að koma upp, þannig við látum þetta duga í bili. En ef við förum inn á heimasíðuna hér, þá sjáum við hér flipa, kennarar og nemendur. Á þessari síðu helling að náms- og stuðningsefni, fræðslefni, fréttu og fleiri, allt sem að viðkemur nýsköpun og frumkvöðlamenn. Ef við klikkum hér á kennara, þá sjáum við hér, undir hér kennarar, það kennslu og stuðningsefni. Hér uppi sjáum við hefti, vertiðin eigin yfirmaður, þetta nemendahefti, og hér vertiðin eigin yfirmaður, þetta eru kennslu leiðbeiningar sem að þið kennari geti notað til þess að láta krakkana vinna í þessu hér. Við erum með hér næsta stig, þetta fyrir aldurinn sem þá meiri verksmiðjunni, þetta fyrir 8. 7. til 10. bekk. Þessi hefti eru frábær fyrir ykkur nemendur, fyrir kennara, þar sem að við hjálpum ykkur við að setjast niður með nemendum, hvernig þau geta fengið hugmyndir, hvernig þau geta unnið áfram með þessar hugmyndir, hvernig þau geta búið til svona hálfgert viðskiptalíkan, mjög einfalt viðskiptalíkan, augnablik.
Já, einfalt viðskiptalíkan fyrir hugmyndirnar. Að sjá hérna. Afsaka aðeins. Bara rétt að fara yfir. Þetta er hefti sem að nemendur munu fá. Einfalt hefti, það sem að krakkanir eru eftir að setjast niður. Við erum að nota mikið bara lím og skæri og teikna. Augnablik, það er rosalegt. Það eru fyrirgeði, þrjófluna. Læt akkurát núna. En þetta sem sagt settur þannig að þetta á að smellpassa fyrir þessa ungu krakka. Næsta stig líka, það er kennsluefni fyrir ykkur, fyrir kennarana, fyrir 8. til 10. bekk. Það skiptir hérna upp í nokkur stig, 4 kafla. Það er uppkvitunarstigið, hugmyndastigið, sköpun- og rannsóknstig og þróunarstig, framkvæmdu hugmyndina. Það sem við erum að reyna að gera með þessu er það að þegar nemendur ykkar, þegar þau mæta tíma hjá okkur, ef þessu ekki komið með neina hugmynd eins og koma með inn í verksmiðjuna, þá erum við komið núna með hefti og ýmislegt efni til þess að hjálpa þeim, til þess að fá hugmyndir. Við getum tengt þetta við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, við getum tengt þetta við nýsköpun bara í heimabyggð og svo framvegis. Svo hjálpum við ykkur og nemendunum að velja úr hugmyndum og raungera hugmyndina. Við erum líka með efni sem að hér tek eitt dæmi að þá hafði grunnskóli á Selfoss samband við mig þegar langaði að koma með nýsköpunin í kennslustund hjá sér. Þau var ekki alveg vissum hvað áherslan átti að vera á, þannig ég lagði til á Selfossi að þar væri áhersla á ferðaþjónustu. Þá er einfalt fyrir okkur, þið getið líka komið með svona einhverja beiðnir ef þið viljið leggja einhver áherslu á eitthvað svið, ferðaþjónustu eða landbúnað eða hvað sem er. Þá er tiltölulega auðvelt fyrir okkur að henda upp svona hjálparskjali fyrir ykkur sem að þið þá getið nýtt til þess eins og hér hvernig fær maður hugmyndir. Það er vöntur á markaði, það er sérstaða, endurbætur og svo framvegis. Ég fyrir mjög hratt yfir þetta. Það sem ég ætla líka að benda ykkur á hér, að þið farið hérna undir kennarar, hvernig tengir þú NKG við skólastarfið. Þetta getið þið líka nota til að tengja verksmiðjuna í skólastarfið. Í nýsköpunarkeppni grunnskólana eru við með vilja hvatningarverðlaun kennara. Þetta eru alveg verðlaun, við veitum þessum kennurum sem að fá þessu verðlaun fyrir framúrskarandi árangur og við að efla nýsköpun á Íslandi. Þau fá 250.000 króna verðlaun ásamt á öðru. En það sem að þeir gera kennara þegar þeir sendi inn er að sækja þessu verðlaun og þá þurfa þau að skrifa inn svona hálfgerðar skýrslur. Hvernig er kennsluháttum háttað, hvernig er skipulagningu kennsluháttað og svo framvegis. Lýsing af framkvæmd, verkáætlun, hvað er kennslugögn þú notar og svo framvegis. Á þessari síðu hér erum við búin að taka margar mjög flottar áætlanir frá kennurum og þið getið rennt yfir þetta og þá sjáuð þið hvernig kennarar eru að gera þetta í sínum skóla. Það er mjög fjölbreytt og mjög mismunandi. Sumir eru með efnið sem sagt áfangin á sér, kannski bara nokkra daga, nokkra vikur og upp í heilagan. Við kannski sjáum fyrir okkur að hjá ykkur í verksmiðjunni að þetta gæti verið snill til þess að byrja með að vera með áfanga frá kannski 3 upp í 6 vikum inn í nýsköpunar áfanga. Þetta er líka samt algjörlega undir ykkur komið og þið getið séð hvernig aðri kennarar eru að gera þetta og svo getum við haft samband við mig eða Frost eða einhvern annan upp á næstu skref. Þá held ég að ég láti þetta í bili hjá mér. Það er eitt í viðbót, Eyjólfur, hérna í sambandi við vinnustofunar. Vinnustofur, já. Örstutt yfir það. Það sem að við ætlum að gera, Menntamálastofnun bara núna að gefa út þessi hefti. Þau eru með til vinnslu, það verður hendut á rafrænt form og það ætti að koma núna jafnvel á morgun eða strax eftir helgi. Strax í janúar þá erum við að bjóða upp á bæði heimsóknir í skóla og vinnustofur. Við ætlum að reyna að vera með 1 til 2 vinnustofur í hverjum landsfjórðungi. Jafnvel fleiri ef að sé hérna mikil þáttaka. Þar sem við munum fara yfir allt þetta. Við munum hjálpa ykkur að nota efnið, hjálpa ykkur
við að hjálpa börnunum við að fá hugmyndir og að raungera hugmyndinar. Við erum líka að þessu til þess að búa til tengslanett sem er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir kennara, þannig þið séu ekki eins og oft er að þá eru kennarar oft dálítið einir í sínum skóla með þetta. Með því að vera með þessar vinnustofur, stofna Facebook-grúpur og fleira, þá erum við virkilega að vona það að við náum að búa til þéttan og góðan kjarnahóp af kennurum sem eru að vinna að nýsköpun og frumkvöðla mennt. Við sendum út núna, vonandi í næstu viku, sendum smá kynningarbréf til allra grunnskóla á landinu. Hún, Eva og RÚV og fleiri, við erum líka náttúrulega samstarf þau eftir að auglýsa þessa keppni miklu betur og þá eru eftir að auglýsa þennan stuðning bæði vinnustofunar og svo þessar heimsóknir í skóla. Við getum haft samband og við getum komið inn í skólana til okkar bæði til þess að tala við ykkur sér og líka bara til þess að koma inn í kennslustundina með börnunum og sína og svona hjálpa ykkur aðeins á stað. Og ef þú slekkur aðeins á deilingun á skjánum þá sjá all fólkið. Já, er ekki komið. Hérna, takk fyrir þetta og svo kannski má bæta við þetta sem sagt að við höfum hugsað okkur líka að Eyjólfur og einhverju sérfræðingar verði til taks á ákveðnum tímum í gegnum þá þennan fjarfundabúnað, þannig að annarkvort getum við komið í hérna fablasmiðunar og fengið aðstoð eða þá tengt okkur inn í gegnum sem sagt netið. Akkurat. Sem sagt fablasmiðuna munu verða opnar sín á milli í gegnum sem sagt fjarfundabúnaðinn og allar fablasmiður landsins munu sem sagt taka sér frá tíma til þess að sinna verksmiðunni og þátttakendum í henni. Og eins og Eva sagði að til að byrja með verða þetta fjöldamargar hugmyndir en við leggjum sérstaka áherslu á aðstoð hugmyndir eftir að það er búið að velja frá 30 hugmyndum og að þróa þær hugmyndir áfram. Og aðkoma okkar sem sagt að þessu verkefni, við sjáum alveg einstök tækifæri í þessu, sérstaklega fyrir okkur öll hérna út á landi að vera sýnileg og sjáum líka að nemendur eftir að fá mikinn metnað í að taka þátt í þessu og sína meiri metnað, sérstaklega því að sjónvarpið er þáttakandi og það gefur þeim tækifæri líka til þess að kynna það sem þau eru að gera og aðkoma sjónvarpsins að þessu verkefni Ríkisútvarpsins er sem sagt hjálpar okkur líka til þess að ná tengslu við hönnuði og sérfræðinga á staðnum. Og með metnaðarfull verkefni að það á eftir að ýta undir metnaði í skólanum almennt og í öllum fablasmiðjum landsins og hvetja til nýsköpunar og við sjáum líka mikil tækifæri í þessu að vekja athygli á verk og tækninámi og það er raunverulega öll þessi sameiginlegu markmið sem að leiddu okkur að vinna saman þennan hóp sem er að leiða þetta. Kannski myndi ég gjarnan vilja opna inn á spurningar. Er einhverjar spurningar hjá ykkur? Frosti, það er kannski spurningum að tala eins hérna hvernig, að við erum að horfa svolítið á leiðina þannig að það sé að nemendurnir útskýri sín verkefni. Við erum að tala um að nemendur geti tekið upp efni á staðnum, hreinlega á símana sína og fengi þá að birta það líka eða ekki. Það er ekki raunin. Ertu að tala um eins og í sambandi við UngRÚV og það? Já, UngRÚV, það sem þau getur fengið að birta innslög, gera sjálf innslög, að við myndum aðstofa með hljóð og passa hljóð sig í lagi. Akkurat, ég ætla að biðja bara Evu að svara þessu. Já, hugmyndin er algjörlega sú að við höldum verkefninu svolítið lifandi á samfélagsmiðlunum og þættirnir kannski munu fjalla fyrst og fremst þessar svona 10 hugmyndir sem komast alla leið áfram en við munum einmitt setja inn efni á UngRÚV síðuna og inn á samfélagsmiðlun okkar og það er allt saman bara opið ennþá hvernig við högum því og það verður náttúrulega frábært að fá
bara efni frá krökkunum sjálfum og mögulega getum við aðstoðað á einhvern hátt við að þau komi svona sínum hugsunum á framfæri í ferlinu. Alveg klárlega. Sendið þið út einhvern svona, þú Frosti, verður tekin saman einhver svona nákvæmari tímarammi sem að fer inn í skólana svo að núna fyrir jólin, fyrir jólafrí? Já, og bara eins og alltaf Lilja, frábær spurning að til þess að miðla upplýsingum á betri hátt, við erum með, ég ætla nú að deila kannski skjáni hjá mér, að við erum með Google Docs skjal þar sem við erum með nánari tímasetningar útlistaðar, hvað er að fara að gerast, hvenær og þar munum við fylla líka betur í hvernig þetta skrá sig á þessar vinnustofur og svo erum við búin að koma upp hóp, verksmiðjan, bandstrykk kennarahópur sem ég hvet ykkur, nú með allir taka upp símana sína upp á að þarna munum við miðla upplýsingum jafnóðum þannig að við getum skapað þarna ákveðið samfélag raunverulega kennara til þess að miðla upplýsingum það sem er í gangi. Ég má bæta við þetta, Frosti, að það er náttúrulega þegar vefsíðan, það verður hún verður rúv.is/verksmiðjan, verður slóðin sem að verið bara er að vinna í núna. Hún verður sett í lofti 10. janúar og þá þar inni verður kynningarmyndband sem við erum að taka upp núna á morgun og erum bara að vinna núna rætt og eins og að við getum. Og leið og við erum komin með þetta efni í hendurnar og þá er allt svona, það er auðveldar að kynna þetta og þegar svona allt þetta útlit og síðan er komin upp. Og þar inni verða líka svona lýsing á framvindu keppninnar og hvað er að gerast á þessu dagsetningar eins og spurður og þannig að það er að vísa í þessa heimasíðu eftir 10. janúar. Hún verður raunverulega opnuð þennan dag og við verðum með smá svona partí á RÚV í tilefni þess að við erum að starta þessu og þá bara setjum við heimasíðuna í loftið þann dag. Og við erum meðvituð að þetta er ákveðlega þröngur tímarammi sem er að ræða en málið er það kom þessi hugmynd fram og menn vildu raunverulega keyra á þetta og sjá þá raunverulega hvernig þetta myndi ganga upp og þannig að við getum byrjað að betur bæta okkur á næsta ári. En í staðinn fyrir að bíða með raunverulega verkefni í 1 ár og þá var ákveðið að fara af stað og þeir taki þátt sem að taka þátt og læra því og svo erum við sannfærð að verkefni eftir að vaxa gríðarlega og eigi eftir að auka framgang allra þeirra skóla sem að muni taka þátt og þeirra svæða. Facebook síðan, verður hún líka lokuð til 10. Er hún lokuð? Já, hún er closed group. Þannig ég sá hvað þú sér að þessu, ég finn þetta ekki allavega. Já, ok. Kannski ég byrði bara að gera þetta public group. Já. Það er góður punktur. Veit það. Eru fleiri spurningar núna? Mig langar að leggja til að við tökum okkur einhverjar 10 mínútur á við verðum áfram tengt, mjútum okkur aðeins niður og eigum samtal staðbundið og svo hittust við eftir 10 mínútur og getum þá komið með einhverjar spurningar eða hvað er að kalla? Endur reflect. Það er að kalla íslensku kennarinn. Nei, já. Ígrundun, takk ykkur kærlega fyrir. En við ætlum að ígrunda þetta aðeins og hittast núna eftir 10 mínútur, við verðum áfram tengt en við mjútum okkur en það er bara ekki fara langt. Ef þú ert betri að orða þetta, ekki fara langt. Og maður verður með spor, eftir 10 mínútur og þá höldum við áfram smá samtali. Ég held að það sé mikilvægt að hafa smá staðbundið samtali einnig.
ég stoppa upptöku á meðan. Nú vorum við semst að fara yfir í öllu smiðju landsins, svona fara að melta þetta aðeins hérna. Við ræddum raunverulega hvernig þetta raunverulega getur aukið líka sjálfstraust nemenda og svo kannski líka það sem að kom ekki, ég veit ekki hvort það hafi komið nægilega skýrt fram en það er semst þessi möguleikar raunverulega að tengja kennara á milli staða og að kennarar raunverulega geti sótt sér þekkingu og deilt þekkingu á milli staða. Og þetta mun líka skapa svolítil sem sagt tækifæri í sambandi við svona aðgang að sérfræðingum víða og það getum við gert raunverulega í gegnum sem sagt þennan fjarfundabúnað og viðveru okkar hérna á þessum. Var ég að gleyma einhverju? Nei, ok. Að hérna, þá ætlum ég kannski bara að biðja Caritas að þína ígrundun og ykkar. Já, hæ. Við hjónin sitjum þetta bara? Nei, við erum ekki með neina spurningar sérstaklega. Og Lilja í Fjarðabyggð? Heyrðu, ég bara kjafta all út af laginu og það tók allir til fótana, eins og mér einnig lagið. Þarna, við fórum aðalega í pælingar hvaða svona resursar eru mögulegir fyrir kennara, sem er líka ótrúlega mikilvægt, þannig við erum bara búin að skoða það námsefni til eins og nýsköpunarmenntinn, þarna gamla bókin, kennarahandbók sem er svo góð út úr kassanum og svona, tókum smá flug með það og svo sjálfsögum mun ég herja á þá sem að ég þekki inn á skólan að þessu verður skapa rými og við þurfum kannski svolítið að leggja þetta upp að því að grunnskólinn er allavega, það er svo oft þessi pæling, er ekki rými, hvað það er taka út, að leggja þetta upp með að þú ert ekki að taka út heila námskarinn fyrir þetta, þú getur tekið þetta sem lið í lífsleikni í 1 mánuð vegna þess að kennsla í nýsköpunarmennt er klárlega samskiptakennsla ofan á allt annað, þannig að ég held við getum reyndlega getið svolítið þannig upp, komið sér inn þannig. Góður punktur. Ég má aðeins bæta við þetta, Lilja. Aftur að fá aðeins að deila hérna á skjánum. Aðeins hérna. Við vitum það með námsefnið að það hefur verið hörgull á því. Sko á heimasíðu, semst á NKG, þar sem er farið hérna undir kennarar, hvern tengið þú NKG við skólastarfið. Þarna koma upp kennaran á skólana. Við getum líka haft samband við þessa kennara og fengi upplýsingar það hvað efni þeir eru að nota. Á síðunum hér hjá okkur, kennslu og stuðningsefni í nýsköpunarmennt, ef við skrollum hér niður, þetta eru hefni sem eru að fara að koma út, sem eftir aðstoð ykkur við að hjálpa börnum við að fá hérna hugmyndir. Við erum búin að taka saman alveg helling og öðrum bæði íslenskum og enskum síðum. Öllu sem að tengist tækni, nýsköpun, frumkvöla, mennt og svo framvegis. Við erum með hér fyrir nemendur sem að líka getur mjög snett fyrir ykkur að láta nemendur að kíkja á. Það er til dæmis kveikjur að hugmyndum. Hérna höfum við verið að sýna, þetta eru hugmyndir barna. Við höfum verið að sýna fram á það að hugmyndir barna eru algjörlega valid og þau hafa komið með mjög margar hugmyndir. Við erum aðeins að aðstoða börnin við hvernig við að fá hugmyndir. Og eins og hér komið ýmis dæmi eins og vandamann sem fólk og heimur glímir við. Ertu með lausnina? Svo þá eins og hér með daglegt líf. Það gleymist ofta að slökkva eldavélinni. Við týna alltaf lyklunum heima. Finn ekki endband á límbandsrúlunum og fleira. Þetta er flott, Eyjólfur. Og við myndum þá setja þá þessa tengla inn í hópinn okkar, Facebook-hópinn og þá gætu kennarar bætt við tenglum eða hugmyndakveikjum. En endilega verið bara í sambandi ef ykkur líka vantar eitthvað og bara komið. Já, og ef þú slekkur á deilingun á skjánum og þá er næsta kannski Selfoss. Er allir sammála öllu á Selfossi og engar athugasemdir eða hugleiðingar? Það eru bara allir mjög ánægðir með þetta, sýnist mér. Og það er mjög spenntir. En það er svona engar
sérstakar spurningar að hafa ykkur? Bara takk aðeinslega. Hafnarfjörður. Já, við ræddum bara verkefnið og fólki finnst þetta spennandi. Þar sem að við ræddum líka, það eru til dæmis eins og það eru gerð lokaverkefni sem að var jafnvel hægt þar sem að krakkar eru að vinna í nýsköpun. Þannig að það er hefð fyrir því að gera svona verkefni og það verður einmitt að tengja það líka saman. Það var líka spurningar hvort að ef eru verkefni sem að jafnvel kannski komast ekki áfram í keppninni en verður síðan þróað áfram sem lokaverkefni, hvort að þau getur fengið athygli líka innan verkefnisins. Það er sýnt, þannig að þetta er það sem við vorum svona sirka bát að tala um. Og bara ánægja með kennsluefnið. Við erum bara að kynna það? Já, og ætlum að byrja að kynna verkefni bara með grunnskólanum á mánudaginn. Þannig að það er bara strax farið að keyra þetta í gang. Bara frábært. Og Akureyri. Kannski ef ég svara bara, Eva, er ekki rétt að við getum svarað í að já, þau verkefni sem að munu halda áfram þó við komast ekki í 30 liða úrslitin, að þau munu að minnstakosti fá athygli inn á UngRÚV og því. Já, alveg klárlega, algjörlega. Já. Já, það byrjaði einni spurningu samvinnuverkefni. Þú veist, er þetta að hugsa einn krakki að vinna saman, heill bekkur, einhver svona lokað? Þú veist, er einhver svona ramminn að þessi, er þetta bara allt opið á þann nátt? Hugmyndir með að koma frá 1 til 10 vinna saman. Já, ég raun og veru, þetta er bara opið. Þetta geta bæði verið einstaklingar og hópar. Ég held að sniðugt að byrja þannig að við setjum engin mörk þar. Þú veist, það er kannski eðlilegt að mörkin sé kannski heill bekkur, maður fari ekki yfir í heilan skóla eða eitthvað svoleiðis, en bara að þetta með að vera einstaklingur eða einhver lítill hópur eða kannski bara er einhver rosa áhugasami kennari sem vil taka involvera allan bekkin í þetta, þá finnst mér að já, við höfum rætt að ekki rétt Frosti og Eyjólfur, þetta er það sem við höfum rætt á fundunum í okkur. Jú. Já. Þetta er líka undir bara eitthvað kennurum komið, það kom oft þessi spurningar upp í nýsköpunarkeppni í grunnskólana, það eru hámarkið 2. Það var margir kennarar að koma með fyrirspurn þar sem það er einhver hópur sem vinnum yfir saman, 3, jafnvel 4. Þannig að þetta ætti að vera bara tölvört undir ykkur komið. Bara hvað þið treystið hópnum í, hversu stór hann getur verið og hvernig hann fellur saman. Já, og svo er náttúrulega bara við ræddum hérna aðeins hvernig það tækla þetta og þau voru nefna á þessi hefti til að aðstofa sig við hugmyndar eða koma krökkunum á stað með hugmyndar. Svo voru náttúrulega líka að segja að það væri mjög gott bara í fyrsta skrefinu að kennari kæmi með nemendur bara í kynningar, þú veist, í hálftíma, klukkutíma og við faglagstjórnin getum bara útskýrt hvað er í boði og þau eru ekkert að fara að nota vélarnar, bara leyfa aðeins að kveikja aðeins á hvað þau gætu búið til. Það þarf ekki alltaf að vera bara 3D-prentaði leysiskera. Það eru fullt af fleiri hlutum sem það ekki vitað. En já, það er svona mest ræddum. Takk. Takk. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Kannski að lokum, Eva, er eitthvað fleira sem að þú vilt koma á framfæri? Mér langaði bara að segja að þetta verkefni er náttúrulega, okkur langar bara til þess að sýna það að hugmyndir ungs fólks skipta máli og okkur langar til þess að pakka þeim inn í einhvern svona að setja bara svona á einhvern svona stall með öllu þessu kynningarefni og svona umgjörðinni og sjónvarpsþáttunum og svo mér langaði bara að taka það sérstaklega fram og síðan langaði mér líka að segja að þetta er náttúrulega samstarfsverkefni og þegar hugmyndirnar fara að koma inn og við sjáum hvernig það dreifast landið, hversu mikið af hópum eða einstaklingum þetta eru, þannig að þegar við sjáum svona umfangið þá erum við náttúrulega bara í samstarfi við ykkur og við öll saman og við finnum lausnir á því hvernig við getum framkvæmt þetta.
Þannig að bara svo það sé alveg á hreinu að þetta er samtali í allar áttir sem við eigum hérna og með ykkur FabLab stjórunum þá sérstaklega. En annars bara, já, ekkert fleira sem að kemur frá mér í bili allavega. Þannig að það sem að við eigum von á er að RÚV er að útbúa hérna kynningarefni og við munum deila því inn á Facebook síðunar okkar og vonandi hjálpumst við að deila því sem víðast og eins líka ná til þeirra kennara sem að kannski ekki eru hér og hjá okkur að miðla upplýsingum ef við getum. En kærar þakkir fyrir að gefa ykkur öll tíma og vonandi tökum við sem flest þátt. Robert, takk fyrir. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Dóttir, Já, ekki að stöðva upp. til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Bless. Já, bye.